Sælir Píratar, Arnaldur heiti ég. Ég er að bjóða mig fram í fyrsta sæti í prófkjöri Pírata. Til að segja ykkur aðeins frá mér, þá hef ég verið fulltrúi Pírata í ýmsum nefndum síðastliðin 4 ár. Ég byrjaði sem sagt í skóla- og frístundaráði og fór svo seinna meir yfir í mannréttindaráð og svo er ég með varamennsku í nokkrum nefndum þar að auki. Ég er búinn að vera sjálfboðaliði fyrir flokkinn svona nánast frá byrjun og borgarstjórnarverkefnið er kannski svona stærsta verkefnið sem ég hef tekið mig fyrir. Ég vil bara svolítið miðla minni reynslu af því starfi sem hefur átt sér stað undanfarin 4 ár. Ég ætti að segja frá einhverjum svona málefnum sem ég set kannski helst fókus á. Þá er náttúrulega bara fyrst og fremst að koma grunnstefnunni inn í borgina og ég tel lýðræðisstefnuna sem við erum búin að vera að vinna í vera lykill þáttur í því. Ég held að þetta mun gera okkur kleift að taka miklu betri og skilvirkari ákvarðanir heldur en við höfum gert áður. Það verður mun auðveldara fyrir okkur en að vera að koma í gegn þeim breytingum sem við viljum sjá og það er svolítið erfitt að gera það þegar maður er ekki með réttu tólin fyrir hendi. Þetta er svolítið eins og að vera fastur í bíl í drullusvaði og hann er að spóla alltaf áfram en það gengur náttúrulega ekki ef þú heldur áfram að sökkva dýpra og dýpra. En kannski fyrir utan þessi hefðbundnu gagnsæismál og svona grunnstefnumál Pírata þá hef ég móðan mikinn áhuga á menntamálum. Það samt náttúrulega í skóla- og frístundaráði í þann tíma sem ég gerði og það er svolítið þannig með menntamál að maður þarf að berjast alveg svakalega fyrir bara örlitlu skrefi í rétta átt. Það er sem betur fyrir komið að stað ótrúlega góð vinna í kringum það. Hvað varðar framtíðarsýn borgarinnar og hvernig við viljum sjá menntamál þróast til framtíðar. Við höfum fengið svakalega góða erlenda sérfræðinga í þessa vinnu með okkur. Annað mál sem að ég hef bara lagt gríðarlega mikla áherslu á í öllu mínu starfi fyrir Píratum, það er bara svona svolítið að hugsa stöðu þeirra sem minna mega sín í samfélaginu. Því að ég er á frábærum stað persónulega sjálfur en ég hef verið þarna. Ég veit hvernig það er að þurfa að hafa áhyggjur af því að borga reikningina í hverju mánuði, að eiga fyrir mat og svo framvegis. Og þetta er ekkert auðvelt og það á ekki að þurfa að eiga þessi stað í jafn ríku og góðu samfélagi á Íslandi og þetta vil ég leggja höfuðáherslu á að koma í betra horf. En ég vona að þið hafið mig í huga þegar þið kjósið í prófkjörinu okkar. Takk fyrir.